svo hann svo hátt stiltur eitthvað, ég vil ekki halda að heyra svona. Hæ? Já, ok. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Skulum hefði þessa stund á að syngja salmi nr. 119. Við skulum syngja meira, syngjum salmur 343. Ég elska þig, Jesú.
Þá hleypi ykkur að rísa á fætur og ég ætla að lesa ritningarvers sem að ræðumaðurinn valdi. Og það er Jóhannesar Guðspjall, 18. kafli, 37. til 38. vers. Þá segir Pílatus við hann: Þú ert þá konungur? Jesús svaraði: Rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann: Hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá: Ég finn enga sök hjá honum. Og við skulum rúta höfði í bæn. Kæri Faðir, þakka þér fyrir þennan hvíldardag sem þú hefur gefið okkur. Við erum þakklátt fyrir að fá að koma saman að tilbiðja þig og hlusta á þitt orð. Við biðjum að þú verðir með okkur þegar ræðumaðurinn talar til okkar. Opna hjörtu okkar fyrir orðið þínu og gef okkur frið og gleði í nærveru þinni. Við biðjum fyrir öllum þeim sem ekki gátu komið í dag og biðjum þig að umvefja þau með kærleika þínum. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Og við skulum syngja salminn númer 362. 360, já. 360.
þá skulum við taka upp gjafir. Já, kæri Faðir, ég bið þig að blessa þessar gjafir og margfalda. Vilt þú blessa þá sem gáfu? Í Jesú nafni. Amen. Já, þá er komið að barnasalminum. Það er Jesús hann oss elskar. Númer 176. Nei, 179. Barnasögunni. Jæja, krakkar. Góðan daginn. Hvað segið þið gott í dag? Er búið að vera gaman í skólanum í dag? Hvað er skemmtilegt að læra stærðfræði? Ekki? Þá er ég með réttu söguna fyrir ykkur í dag. Yes. Það voru 2 stelpur, Dísa og Bryndís. Bryndís var alltaf með toppeinkunnir. Hún stóð sig alltaf vel. En Dísa, hún fekk oft góðar einkunnir, en núna var komið próf í stærðfræði. Hún var svo að hugsa,
og hún gerði eins og við eigum að gera, eins og ég segi, að byrja á því sem er einfalt og enda á því sem er erfiðast. Og hún kláraði öll léttustu dæmin, svo fór hún í erfitt dæmi og hún reiknaði, já, ég veit, Bryndís á næsta borði. Svo var hann ég mást að kíkja, heyrðu, hún er ekki með sömu útkomu og ég. Af hverju fær Bryndís aðra útkomu? Já, heyrðu, Bryndís hefur rétt fyrir sér. Aha, ég kannski bara gera eins og hún. Skrifa bara hennar svar. Nei, það er ekki fallega gert. Hvað ger ég þá? Jú, hún gerði svolítið. Hún lagði hendur saman, setti hendurnar undir borðið og horfði niður og hugsaði með sér, það tekur enginn eftir þessu þó að ég biðji smá. Menn halda að ég sé bara að rýna í prófið. Svo bað hún til Guðs. Bað Guð að hjálpa sér og vera með sér. Og svo þegar hún búinn, þá hugsaði hún, ok, hvað ætla ég nú að gera? Þetta er mitt svar? Já, ok, ég ætla bara að hafa mitt svar. Það verður alveg að hafa það þó ég fá ekki góða enganir og Bryndís er alltaf efst, ger ekki til. Svo fer hún og skila blaðinu til kennarans. Næsta dag er komið í skólan og þá segir kennarinn, jæja krakkar, nú ætla ég að segja okkur hver stóð sér best í skólanum. Dísa, þú varst best, þú fékkst allt rétt. Ha? Ég? Býtu, ekki Bryndís vinkonu mín, sem er alltaf dugleg og góð í öllu. Nei. En hún fór að hugsa, af hverju ég? Kannski var það því að ég treysti Guði. Ég lagði þetta í Guðs hendur. Og ég fann vers í Biblíunni sem ég held að þið ættuð að læra. Og þið ætla að gefa okkur svona blað. Þetta er í Orðskviðunum, 3. kafla og 5. til 7. vers. Það segir svona, treystu Drottni af öllu hjarta, en reiddu þið ekki á eigið hyggjuvit. Ekki, ég get þetta, ég kann þetta. Nei, treystum Guði og biðum hann að vera með okkur. Mundu til hans á öllum þínum vegum, þá mun hann gera stigu þína slétta. Við eigum að muna til hans alla daga. Eigum við að hafa stutta bæn. Kæri Faðir, vilt þú hjálpa okkur að læra að treysta þér meira og muna ætíð eftir þér alla daga. Í Jesú nafni. Amen. Og þá er komið að Adrian tala til okkar. Good morning. No. Hello. Can you hear me? Heyrist í mér? How are you today? Hvernig hafið það í dag? How was your week? Hvernig var vikan? Did you have a good week? Var vikan góð? Some of you had a good week. Sumir fengu góð viku. Conectar. Okay. How many of you, Hversu mörg ykkar? and I guess most of you, speak a second language? Ég ger ráð fyrir svona flest ykkar talið allavega 2 tungumál. Most of a third language? Einhverjum sem tala 3 tungumál? Or a fourth language? 4 tungumál? More or less. I think I speak at least 3. Ég held ég tala allavega 3. Decently. Or 4. Svona þokkalega, eða 4. Maybe the 4th not so decently. Kannski 4. ekki alveg nóg vel. Okay, and have you heard
the expression lost in translation. Að við heyrt þetta, þennan enska málsátt, að vera týndur í þýðingu, þannig að kannski ekki hægt að þýða þetta yfir íslensku en að vera kannski eitthvað svona hálf týndur. I had a friend, I remember that I had a friend many years ago when we just came to Iceland. Ég átti vin þegar ég kom hérna fyrst til Íslands. Neither him or I spoke Icelandic. Við töluðum hvorugir íslensku þá. So it was Iceland, it was literally like, I don't know, Japanese, Chinese. Þannig að íslenskan var bara eins og japanska fyrir mér. But we would be, it was interesting because we would be with this friend amongst people. En við vorum með vini innan fólk, Icelandic people. íslenskt fólk. And everybody was talking and having a good conversation. Og allir voru að spjalla og voru að njóta sín. And I would just sit Og ég satt bara and listen, you know, and og hlustaði bara completely lost out in the conversation. og alveg misti af öllum samræðum. And people would suddenly laugh. Og stundum hló fólk And I was just listening. og ég hlustaði bara. But my friend, En vinu minn, he was really part of the conversation. hann var að taka þátt í umræðinni. And people would laugh and he would also laugh, you know. Og fólk hló og hann hló líka. Or he would agree. Og hann var líka sammála. Þegar fólk var sammála. And I was like, what's going on? Og ég horfði á hann og hugsaði, hvað er í gangi Or hér? people would say, no, and he would say, no, Og hópurinn sagði kannski nei og hann sagði nei líka. So I was, at some point I asked him, you know, Og svo spurði ég hann, what are you doing? hvað ertu eiginlega að gera? Do you understand something? And he said, no. Skilur eitthvað sem þau eru að segja? Nei, sagði hann. So what are you doing? Why are you laughing? Why are you? Akkur ertu að hlæja og akkur ertu svona? No, I'm just like, I'm just practicing. It's a good way to learn, he said, the language. Ég er bara að æfa mig, þetta er bara góð aðferð við að læra tungumál. Being part of the conversation. Og vera hluti af umræðunum. And I said, no, you do not learn that like that. Nei, þú lærir ekki svona, sagði það. But it was very interesting. Þetta var áhugavert. We both at some point managed to understand some. Svo kom að við fórum að skilja báðir eitthvað. But learning a second language, En að læra annað tungumál, it's very difficult to get rid of yours. það var erfitt að losa sig við sitt eigið tungumál. For example, in Spanish, Til dæmis á spænsku, we have two expressions, or how to say, to express our love. þá erum við með tvenns konar aðferð við að tjá ást okkar. One is te amo, Eitt er bara ég elska þig and the other one is te quiero. og hinn háttin segir við mér þykir vænt þig. But if you translate it to English, En ef maður þýðir þetta yfir á ensku, I was asking my wife, how do you say te amo? ég var að spyrja konu mína hvernig maður segir ég elska þig. How do you say te amo? Hvernig segir það? Ertu að meina á íslensku? In English. Ensku. I love you, Já, isn't it? er það ekki? Segir maður það ekki á ensku? And how do you say te quiero? Og hvernig segir maður mér þykir vænt þig á ensku? I love you. There is no translation in English for te quiero. Það er ekki sem sagt nógu góð þýðing yfir á ensku. Because if you translate te quiero to English, it says I want you. Já, ef þú segir á ensku te quiero þá segir maður ég vil þig. But that's not what it means in Spanish. En það þýðir það ekki á spænsku. If we would want to say I want you to a person, you would say te deseo. En ef maður ætlar að segja ég vil þig á spænsku þá segir maður þetta, te deseo. I think also something similar in Portuguese. Maybe how do you say te amo in Portuguese? Hvernig segir maður þetta? Te amo. And Portugalska er það sama. to translate te quiero in Portuguese would be very difficult because you would say eu gosto de você or something like that, which is not the same that te quiero. Það er ekki alveg það sama.
So they would have to translate, I love you also, te amo. Because Það myndi líka þurfa að segja, það myndi þýða ég elska þig. it's what actually means in Spanish. Te amo, te quiero means the same, a little different level of intensity. Smá munur, eitt kannski sterkara en hitt. But if you are a native, En ef þú ert innfæddur, you have the mindset þá ertu með þetta of the country. hugarfar landsins You know when to use it, when not to use it, and which one to use. og þá veistu hvernig átt að nota hvað og hvernig. If you learn Spanish as a second language, or if you speak English and you learn Spanish, you translate both, I love you. Og ef þú lærir, talar ensku og lærir spænsku, þá þýðir bæði eins og ég elska þig. And it's a proper translation. Þetta alveg góð þýðing. Just there is a little element of the native would be able to make a difference. Það smá stigsmunur á sem að innfæddir skilja. Now, you have probably heard many times a preacher's sermons where the preacher goes into the Greek or the Hebrew of the verse or of the word. Þegar þú tekið eftir því að predikarar fara oft í frummálið, annað hvort á grísku eða hebresku. A few years ago, Fyrir nokkrum árum síðan, I used to think, come on, what difference does it make? þá hugsaði hverju skiptir þetta máli. Just preach the Bible verse, Predikaðu bara eins og Biblían segir þetta. But it's very interesting because En þetta áhugavert. there is a little bit of, sometimes you can find something in it. En stundum sér maður eitthvað stigsmun þarna. And today is going to be one of those sermons. Og í dag þá ætlum við mitt að gera þetta. But hopefully we will learn more than just learning the Greek word. En vonandi munum við læra meira heldur en bara gríska orðið. It will have an effect in our minds and in our hearts. Það mun hafa áhrif á huga okkar og hjarta. So let's have a short prayer before we start. Við skulum vera með stuttabæn. I will pray and you will pray for me, I hope. Og ég vona að þið biðið fyrir mér og meðan ég bið líka. Dear Heavenly Father, I thank you very much for this Sabbath day. Kæri himneski faðir, ég þakka þið fyrir þennan hvíldardag. And I ask you, Father, please to be with me as I share with your people. Og ég bið þig að vera með mér meðan ég deili þessum orðum með fólki þínu. I fully understand and realize, Father, that I'm nothing or nobody without you. Og ég skil það vel að ég engin án þín. And I hope, Father, and I pray Og ég vona það, faðir, og bið that you will be able to communicate something to your people this morning. að þú getur komið áleiðis einhverjum góðum skilabóðum til fólksins þíns. I pray for wisdom and for clarity of mind Ég visku og skýrleika í huga and humbleness og að þú megir gefa mér auðmýkt in the name of your Son, Jesus Christ. í nafni Jesú Krist. Amen. Amen. Okay, let's read the text again. It's a short text. Nú skulum við lesa hana texta aftur. Þetta stuttur texti. This is actually a trial. Þetta það verið að dæma í máli hér. This is Jesus in front of Pilate. Þetta Jesús sem þarna frammi fyrir Pílatusi. And Pilate said to him, Og Pílatus segir við hann, are you a king then? þú ert þá konungur. He was actually asking him. Hann var að spyrja hann. And Jesus answered, you say it that I am a king. Jesús svarið, rétt segir þú, ég konungur. To this end I was born. Til þess að ég fætt. And for this cause I came to this world. Og til þess ég komin í heiminn. That I should bear witness to the truth. Að ég beri sannleikanum vitni. Everyone who is of the truth hears my voice. Hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. And now, this is what Pilate answered. Og þetta það sem að Pílatus svarar. And Pilate said to him, Pílatus segir við hann, what is truth? hvað sannleikur?
And after he said this, he went out again to the Jews and said to them, I find no fault in him. Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá, ég finn enga sök hjá hann. And then we know, probably some remember the story, he said, you practically said, you decide what to do with him. I can give him to you, or I can give you anybody else. Ég get látið, og þið bara gerir við hann hvað sem þið vilja, ég geti tekið hann eða einhvern annan. And we know that Pilatus is famous for washing his hands. Pílatus var frægur fyrir það að þvo hendur sínar af þessum verknaði. But it is interesting that he asked, Jesus told him, I came to bear witness of the truth. Jesús sagði, ég kom til að bera sannleikanum vitni. And the text says, he says, and I put an emphasis on like, what is truth? En svo kemur Pílatus og segir, hvað er sannleikur? Turn around and left. Svo snýra sig við og fór. Interesting. Áhugavert. Now, in what language did this conversation take place? Á hvaða tungumáli fóru þessar samræður fram? The Bible doesn't tell us what language it is. Biblían segir okkur ekki. But most scholars and theologians En flestir guðfræðingar og fræðimenn agree that Pilate, eru sammála að Pílatus, he was a Roman, hann var Rómverji, he was a politician, hann var stjórnmálamaður, probably a lawyer. líklegast lögfræðingur. So he definitely spoke Latin. En hann hefur örugglega talað latnesku. That was his first language, his mother tongue. Þannig að þetta hefur verið móður tungumál, eða sem sagt, tungumálið hans. But but he definitely would have spoken also Greek. En hann hlýtur líka að hafa talað grísku. Since, as we probably know, it was the lingua franca, on that time. Þar sem það var svona þetta almenna tungumál sem var notað á þeim tímum. Most likely he did not speak Aramaic or Hebrew. Hann talaði líklegast ekki arameisku eða hebresku. Now we have Jesus. Og svo erum við með Jesús. And we know that he definitely spoke Aramaic. Við vitum að hann talaði arameisku. And he must have also understood, at least he could read, because he had to study Hebrew. Hann hefur allavega skilið hebresku því að hann þurfti náttúrulega að lesa Biblíuna. And he because of the area, they were under Rome, and there were it was the lingua franca, he spoke obviously Greek also. Og hann hlýtur að hafa talað grísku þar sem að það var aðaltungumáli sem var notað á þessum tíma. Latin most likely not. He probably had some ideas, some words. Kannski hefur hann ekki talað latínu, kannski bara kunna nokkur orð í henni. So even though the Bible doesn't tell us, and the Bible doesn't tell us that there was a translator there. Biblían talar ekki að það hafi verið einhver að túlka þarna. So this conversation most likely took place in Greek. Þannig að þessa samröðu hafa mjög líklegast farið fram á grísku. And remember that Pilate, he was a Roman. Og munið það að Pílatus var Rómverji. And his language was Latin. Og tungumálið hans var latína. So when Jesus tells him, Þannig að þegar Jesús segir við hann, I came here to bear witness of the truth. Ég kom hingað til að bera sannleikanum vitni. And Pilate said, and what is truth? Og þá spyr Pílatus, hver er sannleikurinn? In a way, it could have happened to any of us. Og þá hefði þetta geta gerst fyrir okkur öll. One question, how do you, we here, know that something is true? If I tell you, Hvernig veitum við hérna inni hvað er satt og hvað er ekki satt? I have a Lamborghini in that room. Ef ég segi ég er með Lamborghini bíl hérna inni í þessu herbyggi, How would you believe me? myndið þið trúa mér? Or how would you know if that's true? Hvernig myndið þið vita að ég væri að segja satt?
You know, the word for truth in Latin Orðið á latínu fyrir sannleik, is veritas. það orðið veritas. The word for truth in Greek, Og en orðið á grísku fyrir sannleika, and specifically the word that Jesus used here, og is þetta orð sem að Jesús notaði var aletheia. aletheia. Okay? So, veritas is the word that where, for example, verify comes from. Það kemur orðið verify á ensku, það að sannreina, Verifiable, að sannreina. verdict. Veredikt þá bara úrskurður. All of these words come from the Latin word veritas. Þessi orð í ensku koma úr latneska orðinu veritas. Now, remember that Pilate, his language is Latin, Muniði að Pílatus hann talaði latínu and he learned Greek. og hann hefur As a second lært language. þá grískuna sem annað tungumál. And even though he probably spoke Greek very well, Og þó svo hann hafi talað grískuna mjög vel, just as I speak English bara eins og ég tala enskuna, decently well, þokkalega, my mindset of te quiero and te amo in English is I love you. þannig að hugsunin mín á spænsku te quiero og te amo, það þá fyrir mig á ensku ég elska þig, I love you. And especially for a English speaker that learns Spanish. Og sérstaklega fyrir eitthvað sem að talar ensku fyrst og læri spænsku. So for Pilate, Þannig að fyrir Pílatus, truth is something verifiable, sannleikur eitthvað sem hægt að finna út, something hvort það sé sannleikur. that you need to prove, Eitthvað sem þú þarft að sanna, which is true, which is right. sem náttúrulega rétt. But you see, it's the mindset, and it's the mindset that we have. We have the same mindset here in the West. Og svona hugsaum við líka hérna á Vesturlöndum. You need to verify truth. Þú þarft að sannreina You sannleikan. wait, if you look at the symbol, veritas, Ef þið sjáu táknið veritas, the symbol of veritas, it's a scale þá þetta svona eins og vog. where you weight the evidence, Það sem verið að vigta sönnunargagnið, and if you can provide enough evidence for your case, og ef þú getur sýnt nógu mikið sönnunargagn you get a verdict fyrir máli þínu, þá færð þú úrskurð on your favor. sem þá þér í hag. If you cannot provide enough evidence for your case, you get a negative. Og ef þú getur ekki komið nógu mikið að verdict. sönnunargögnum, þá færð þú neikvæðan úrskurð. Isn't it? Does it make sense? Þetta ekki rétt? So when Jesus tells Pilate, I came to bear witness of aletheia, Þannig að þegar að Jesús segir, ég er komin til að bera vitnisburð sannleikanum, eða aletheia á grísku, for Pilate, fyrir Pílatusi, aletheia, þá þýddi in aletheia his mindset of veritas, í hans hugarfari sem að hann hafði þetta orð veritas, is something subjective, eitthvað sem að huglegt, hlutlegt, and what is truth for you hlutlegt, cannot be truth for him, could not be truth for him. repeat. What is truth for you, it That's could right. not be truth for him. Eða það sem sannleikur fyrir þig kannski ekki sannleikur fyrir hann. But for Jesus, En, because he could have used many other words, but he used aletheia. en Jesús hefði getað notað önnur orð en notaði aletheia, And in the Greek mindset, aletheia is og gríska hugsunin þá þetta orð aletheia to on hide. On hide. Not to hide. When something is hidden, já, revelar. revelar. Yes. Já, það að opinbera eitthvað. When I'm going to aletheia, you would, it's to reveal something, Já, til þess að opinbera eitthvað. to show the reality. Til að sýna hver raunveruleikin Both have the same end, but it's a very different mindset. Bæði náttúrulega með svipað, en samt þetta ólíkur hugsunarháttur.
And maybe it's a good time to go to John 14, 5-6. Ef við förum núna í Jóhannesar Guðspjall 14. kapla, gefur versíkulum, 5 and 6. vers 5-6. And Thomas said to him, Lord, we do not know where you go, and how can we know the way? Tómas segi við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? And maybe many of you remember very well this answer. Og margir muna eftir svarinu, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Jesús segi við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Now, guess which word Jesus used here to say, I am the truth. Hvaða orð haldið að Jesús hafi notað þarna yfir þegar hann segir, ég sannleikurinn? Aletheia. Hann notar þetta orð, aletheia. He says, I am aletheia. Ég aletheia. And how don't we know when we think about today, we as Christians, we well know and understand that Jesus is the truth. Og Isn't it? við sem kristnir í dag vitum að Jesús sannleikurinn. He declared himself to be the truth. Hann gaf þessa yfirlýsingu að hann væri sannleikurinn. And when he declared himself to be the truth, he used the word aletheia. I am aletheia, he Og said. þegar hann kom með þessa yfirlýsingu þá sagðist hann vera aletheia. He could have used different words. Hann hefði getað nota önnur orð. He could have used pistos. Pistos hefði He hann could getað have notað. used amen, 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 numeretis. numeretis. There are like 6-7 words for truth in Greek or more. Kannski 67 orð í grísku sem eru notuð yfir þetta sannleikurinn. So he could have said, I am the amen, Ég amen which in Revelation Jesus is described as the amen. og þar hann lýst þannig í Åpenbarabókinni. But amen is it's the truth. En amen sannleikur It's something that you confirm. sem staðfestur. It's truth because you confirm it. Það sannleikur vegna þess að það búið að staðfesta hann. And that's exactly why we say amen in church. Þess vegna segjum við amen í kirkju. But Jesus did not use that word. En Jesús notaði ekki þetta orð But he þá, used it many, many times. en hann notaði það samt oft. You know, in the Bible, whenever you read, verily, verily, I say unto you, Þegar hann segir til hann, sannlega, sannlega segi ég yður. or verily, I say to you. Eða That he sannlega always segi ég said. þér. Hann sagði þetta oft. It's that word. He said, amen, 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 I say unto you. Og hann notaði þetta orð, amen, amen. Just a parenthesis, but it's interesting because he always used it at the beginning. En það athyglisvert að hann notaði alltaf amen í upphafi setningar. But that word is always used at the end because it's to confirm. En við notum það alltaf í lokin vegna þess að það nota allir þess að staðfesta. You remember that they say, oh, who is this man that he speaks with such authority? Og þeir sögðu, hver þessi maður sem talar með svona miklu valdi? Because by using amen at the beginning, always, amen, verily, verily, I say unto you, Af því að þegar Jesús sagði, sannlega, sannlega segi ég þér í upphafi setningar, he was declaring that what he's saying does not need to be confirmed. þá var hann að segja að það sem hann að fara að segja þarf enga staðfestingu. Because he is aletheia. Af því að hann sannleikurinn. So what he says Það sem hann segir doesn't need your amen. þarf ekki á því að halda að þú segir amen. It's very interesting, but well, let's continue. Þetta áhugavert, en við skulum halda áfram. So, I am the way, the life, and the truth. Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. And just quickly, the word for way is hodos, Hodos orðið sem notað yfir vegurinn, which means like a literal path,
sem að þýðir bókstaflega vegur. You probably walk into some houses with a garden and you see the literal path that, where you can walk Þetta er svona, to get to the door. svona göngustígur. Now, aletheia we have seen is to reveal the revealer. Og aletheia að opinbera eitthvað. And life, Og he says, lífið. I am the life. Ég er lífið, hvað er það? This is also very interesting because, Þetta er áhugavert. and if we speak Spanish, maybe in Icelandic is a little bit more difficult, but if you speak Spanish or Portuguese, Ef við tölum spænsku og portugalsku, kannski erfiðara fyrir það sem tala íslensku. the word for life is bios, Orðið fyrir líf biology, you know. bios. But Jesus used the word zoe, En Jesús notaði orðið zoe fyrir líf. which is not biological life, Það er ekki þetta líffræðilega líf, but is like the fullness of life. heldur fylling lífsins. It's a different word. They have two words, bios and zoe. Bios og zoe eru tvö orð sem eru notuð yfir þetta. So it's interesting because in a way, Jesus was saying, I am the path Þetta er áhugavert að Jesús sagði ég er stígurinn that leads to the ultimate reality, sem að leiðir til staðfests sannleika that brings you fully and true life, sem að gefur okkur svo lífi fullri gnægð. which makes you alive, a life that is fulfilled. Sem að gefur okkur líf sem að er í fullri gnægð. So, going back to Pilates, Og ef við förum aftur til Pílatusar, even though Jesus could have chosen different words, þó að Jesús hefði geta valið önnur orð, he had already declared himself to be aletheia. hann var nú þegar búin að gefa þá yfirlýsingu að hann væri aletheia, eða sannleikurinn. Okay? And he tells Pilates, I came to bear witness of aletheia. Og hann sagðist þá komið til að bera sannleikanum vitni, aletheia, vitni. The word witness, Vitni, you know what is the word witness that is used there? vitið in Greek? hvað gríska orðið notaði yfir vitni þarna? And it will make sense. It's martyr. Martýr, það þýðir píslarvottur. So he declared himself to be aletheia, Hann sagðist að vera þessi opinberandi sannleikur and he declared that he came to reveal the truth og hann kom til þess að opinbera þennan sannleika and to die for it. og til að deyja fyrir þennan sannleika. At that very moment, he told Pilates, I will be a martyr for the truth. Og hann sagði þarna við Pílatus að ég mun verða píslarvottur fyrir þennan sannleika. But En Pilatus, Pílatus, because of his mindset, vegna þess hvernig hugsunarháttur hans var, he couldn't fully understand what Jesus was saying. hann skildi ekki alveg hvað hann átti við. He understood the words, Hann skildi orðin, but his mindset was different. en hugsunarháttur hans var öðruvísi. He had this veritas mindset. Hann var með þennan hugsunarhátt sem að Veritas hefur. Jesus was practically saying, I am aletheia. Hann var í rauninni að segja að hann væri aletheia. I am what you have always been looking for. Ég það sem þið hefur þú hefur alltaf verið að leita að. And I'm going to die for it. Og ég ætla að deyja fyrir það. I'm going to die to show you, to reveal Ég ætla að deyja til þess að sýna þér og opinbera what fyrir you þér. have always been looking for, Það which is God. Það sem þú hefur alltaf verið að leita að, það er Guð. The problem with Pilates was not lack of information. Vandamálið hjá Pílatusi var ekki það að hann skorti upplýsingar. The problem was his eyes. He didn't have Vandamálið var sýnin hans. the spiritual eyes to see what was right in front of him.
Hann var ekki með þessa andlegu sýn að sjá það sem var fyrir framan hann. And it was all because of his mindset. Og út af því hvernig hugsunarháttur hans var. Now, this is probably a diagnosis that we can make about Pilate. Og þetta getum við svona skoðað varðandi Pílatus. He had in front of his eyes Hann var þarna með fyrir framan sig what humanity was up to then and has been up to today looking for. það sem að mannkynni hefur alltaf verið að leita að. The full revelation of reality, the reality of God. Fullkomna opinberun á sannleikanum, sannleika Guðs. And he could not see it Og hann sá það ekki, because of his mindset. hvernig út á hugsanahætti hans. Now, this is the point. Og þetta það sem að ég á við. It is, after we studied this, Eftir að við höfum rannsakað þetta, it's probably easy to realize what happened then. það kannski auðvelt að uppgötva, What happened at that trial. kannski auðvelt að skilja hvað var að gerast þarna. Pilate didn't get it Pílatus skildi þetta ekki, because of his mindset. út af því hvernig hann hugsaði. But En would I be going too far if I would tell you that probably in many things væri ég að fara of langt þegar ég sagði að í mörgum hlutum, we are just as Pilate today? mörgum atriðum við eins og Pílatus. Could it be that our mindset Gæti það verið að hugsunarháttur okkar does not allow us to see Jesus leifur okkur ekki að sjá Jesú for who he is eins og hann and what it should mean in our lives? og hvað hann ætti að þýða fyrir líf okkar. And many of us, all of us probably here have accepted Christ, Mörg okkar hér höfum líklega tekið við Kristi and we call ourselves Christians, og við köllum okkur Kristin and more specifically Seventh-day Adventists. og nánar tiltekið 7. dags aðventistar. Amen. Er það ekki rétt? Amen. But when Jesus said, I came to reveal reality, Þegar Jesús sagði ég kom til þess að opinbera sannleikan, I am the revealer of reality. ég opinberari raunveruleikans. He is also saying, Hann líka að segja, I'm going to reveal your reality. og ég ætla líka að opinbera þinn raunveruleika. And that's why we need to be able to see him. Þess vegna þurfum við að sjá Jesú. The woman at the well, Konan við brunnin. he said, he revealed to her. Hann opinberaði You það say fyrir it henni. right, because this is not your husband, that this is your, you see? Hann sagði við hana, já það er rétt, þetta er ekki maðurinn þinn. Because Jesus is the revealer. Því að Jesús er sá sem opinberar. And sometimes, Stundum, because of our mindset, út af því hvernig við hugsum, the way we grew up, eða hvernig við ólumst upp, what we watch, það sem við horfum á, what we read, það sem við lesum, who we hang with, með hverjum við erum, we have a mindset og erum við með hugarfar that doesn't allow us to see what Jesus is revealing to us. sem leifir okkur ekki leifir Jesú ekki að opinbera fyrir okkur það sem hann þarf að opinbera fyrir okkur. Stop talking like that, Jesus is telling us. Jesús segir okkur kannski hætt að tala svona, Stop using that language or that vocabulary. ekki nota svona ljótan orðaforða. Come on, it's cultural. Og þá segir við, þetta er bara menningalegt. It doesn't really mean anything. Skiptir engum máli, þýðir ekki neitt. It happened to me when I came to Iceland, Þetta gerðist fyrir mig þegar ég kom til Íslands. and I'm still paying the habit. I could not, because nobody understood me, Það skildi mig enginn hérna á Íslandi. I could say whatever I wanted. Þá gæti ég bara tala eins og mér sýndist á mínu tungumáli. So I felt free to use
bad words, þá fannst mér ég hafa frelsi til þess að nota ljótan orðaforða á mínu tungumáli. because I knew nobody would understand me and I would not offend anybody. Og ég vissi að enginn skildi mig og ég var ekki að móðga neitt. But then it became a habit. Svo var þetta vani, It's just normal. að þetta er bara venjulegt. And we cannot see what God is revealing to us. Og við sjáum ekki hvað Guð er að reyna að opinbera fyrir okkur. What if God is revealing to us Hvað Guð er að reyna að opinbera fyrir okkur that we need to spend time in study and in prayer? að við þurfum að verja meiri tíma í að rannsaka Guðs orð og í bæn. At least half of the time we spend, for example, in social media. Þó allavega helming af þeim tíma sem við verjum í But our mindset is like, come on, I deserve some time. samfélagsmiðlana. I work hard, I need to relax. En þá segjum við að ég vinn svo mikið, ég þarf að ná að slaka vel á. What if he's asking us, Hvað ef hann er að biðja okkur, remember the Sabbath to keep it holy? minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Yeah, but come on. Have bills to pay, Já, en ég þarf að borga reikninga, the rent, leiguna, once in a while. It's okay. allt er lægi við að vinna. Is our mindset not allowing us to see what Jesus is revealing to us? Er það hugafarið okkar sem að hleypir Jesús ekki að til að sýna okkur raunveruleikann? John 8:32. Jóhannesar Guðspjall 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Og munuð þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Who is the truth? Hver er sannleikurinn? Jesus. Jesús. And guess what word he used here? Og hvaða orð ætli hann hafi notað þarna? Aletheia again. Aftur, aletheia. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Og munuð þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. May we be able to know the truth, Mættum við öðlast þetta að þekkja sannleikann, the revelation opinberunina, of Christ. opinberun Krists. And may we be able to say like Peter, Og mættum við segja eins og Pétur, the truth of that Jesus, the Messiah, sannleikur Jesú sem er Messias, the Son of the living God. sonur hins lifanda Guðs. Matthew 16:16. Og í Matteusar Guðspjalli 16:16. Would you like to pray for God to continue to reveal himself to us through his Son, Jesus Myndu Christ? þið vilja biðja þess að Jesús haldi áfram að opinbera sig og opinbera fyrir okkur, þörf okkar fyrir honum? Would you like to do that? Let's do that. Við skulum biðja saman. Dear Father in heaven, Kæri Faðir á himnum, at this moment and this day, we just want to thank you for your Son, Jesus. í dag langar mig að þakka þér fyrir son þinn, Jesús. And we want to thank you that you sent him to reveal to us who you really are. Og við viljum þakka þér fyrir að senda hann okkur svo við getum vitað hver And also who we really are, Father, when we stand in front of him. hann er í raun og hver við erum í raun þegar við stöndum fram fyrir honum. Father, may we pray, Father, that you will continue to reveal yourself to us Faðir, vilt þú halda áfram að opinbera þig fyrir okkur every day á hverjum degi, through him. í gegnum hann. And as we get closer to him, Og þegar við komumst nær honum, that it will be revealed to us og who we are þá verður það opinberað okkur hver við erum and what we need to do and change and pray for. og hvað þið við þurfum að gera, hverju við þurfum að breyta og hverju við þurfum að biðja fyrir. Thank you, Father, for this
incredible gift you did to us Ég þakka þér, Faðir, fyrir þessa ótrúlegu gjöf sem þú gafst okkur. by sending your Son to reveal yourself to us. Með því að senda son þinn til okkar til þess að hann opinberaði þig fyrir okkur. We thank you and we pray Við þökkum og byggjum in his name í nafni Jesú. and for his soon return. Amen. Amen. Thank you. Takk fyrir góða ræðuatriðan og við skulum syngja sálminn númer 362, Dýrmæta vissa. Let's read the final benediction from Jude 24 and 25. Skulum fara í Júdasar bréfið 24 og 25. versið. Now, to him being able to keep you without stumbling and to set you before his glory without blemish, En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta þér koma fram fyrir dýrð sína lítalausa í fögnuði, with unspeakable joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty and might and authority, even now and forever. Amen. Amen. Einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottin vor, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. May God bless us all. Megi Guð blessa okkur öll.